Kristur er upprisinn, Kristur er sannarlega upprisinn. Gleðilega hátíð, kæru vinir, og verið hjartanlega velkomin til þessarar örhátíðar helgistundar héðan frá Landakirkju á gleðiríkustu hátíð okkar kristinna manna, páskum. Þið sjáu reyndar fyrir aftan mig tóma Landakirkju, en það er vegna samkomu takmarkana út af COVID-19 og þeirra vegna hefur opnu helgihaldi héðan frá Landakirkju og mörgum öðrum kirkjum verið hreinlega aflýst. En ef að COVID nýti ekki við, þá myndu kristnir menn allan heim flykkjast í sína sóknarkirkju til þess að heyra guðspjallið tómu gröfina og þar með fagna sigri Jesú yfir dauðanum. Og við skulum hefja þessa athöfn á því að við minnumst skírnar okkar með því að við signum okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Já, Guðspjall páska á þessari heilugu hátíð er ritað hjá Markúsi Guðspjallamanni og þar segir: Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar, sólarupprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: Hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum? En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: Skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galíleu. Þar munu þeir sjá hann eins og hann sagði yður. Þannig hljóðar hið heilaga páska Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Já, maður heyrir stundum raddir það að það sé svolítið erfitt að meðtaka boðskap páskana í nútímanum. Og hver er boðskapur páska? Jú, Jesús dó fyrir okkur og reis upp fyrir okkur svo við þyrftum ekki að óttast dauðan. Og maður skilur það að mörgu leyti að það sé svolítið erfitt að meðtaka það í nútímanum, hreinlega vegna þess að lífsbarátta okkar er orðin allt önnur heldur en hún var til dæmis bara fyrir 100 árum síðan. Á dágóðum tímapunkti í sögu þjóðar okkar þóttirðu í eldri kantinum þegar þú varst 50 og varst óbúslega lukkulegur með að hafa orðið svo gamall. Nú á dögum er meðalaldur okkar Íslendinga, meðalaldurinn sem við Íslendingar náum, er upp undir 90 ár. Og lífsbaráttan var þessu utan nokkuð hörð. Oft á tíðum þurfti fólk að hætta lífi sínu við fæðuöflunar, bæði sér sjálfum og jafnvel sínu samfélagi. Núna þurfum við að fara bara út í búð og kaupa í matinn og við getum meira að segja valið hvað við viljum hafa í matinn. Þannig að lífsbarátta, til dæmis bara þjóðar okkar, er orðin allt öðruvísi heldur en hún hefur verið heilengi. En eitt hefur þó ekki breyst og það er óttinn. Ótti okkar mannana er alltaf sá sami, hver svo sem öldin er. Og hinn æðsti ótti okkar mannana er óttinn gagnvart dauðanum. Ekki bara það að við sjálf munum einhver tímann deyja, heldur óttumst við það líka að einhverjir nákomnir okkar deyja. Við óttumst hvernig við myndum deyja og við óttumst hvernig aðrir myndu deyja og við allir hafa sennilega einhver tímann velti fyrir sér hvernig verður þegar að mamma og pabbi deyja. Hvað tekur þá við? Þessi ótti er æðsti ótti okkar mannana og hefur verið sá sami í aldanna rás. Og á páskum fögnum við því að Jesús sigrar dauðan fyrir okkur með upprisu sinni. Það er í gegnum hann og fyrir hann sem við þurfum ekki að óttast dauðan, né nokkuð annað sem að
ber á fjörur lífs okkar. Við þurfum ekki að óttast erfiðleikana í lífinu því Jesús er með okkur. Við þurfum ekki að óttast það að eitthvað komi fyrir okkur því að Jesús er með okkur hvert sem við förum. Og við þurfum ekki að óttast dauðan því Jesús er með okkur í dauðanum. Og þetta er grunnboðskapur páskana, boðskapur sem á við hver sem öldin er, sama hvort það sé í fortíð, framtíð eða í nútímanum. Kæru vinir, við skulum núna spenna greipar og biðja saman í Jesú nafni. Lifandi Guð, við þökkum þér fyrir þessa fagnaðaríku hátíð, páskana sem þú hefur gefið okkur. Við þökkum þér fyrir það að sama hvað ábjátar í lífi okkar, hvort sem það er við dauðans dyr eða í þrautum lífsins, þá ert þú með okkur. Við þökkum þér fyrir það að þú yfirgefur okkur aldrei. Mynd okkur á gleðina yfir þessa fagnaðaríku hátíð og hjálpað okkur að gleðjast í þeirri von, vissu og trausti að þú ert ávallt með okkur og þú rís upp fyrir okkur öll. Við skulum enda þessa bænastundu á því að við biðjum saman bænina sem að Guð kendi okkur og kennir enn þann dag í dag, Faðir vorið, og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og kæru vinir, við skulum fara héðan í friði Drottins og þjóna Drottni og náunganum með gleði. Kristur er upprisinn, Kristur er sannarlega upprisinn. Gleðilega hátíð.